Áfangastaðaáætlun var uppfærð á árinu eins og gert á hverju ári með uppfærum forgangsverkefnum frá sveitarfélögunum og voru heimtur ansi góðar á síðasta ári. Einnig hófst undirbúningsvinna við það að koma áfangastaðaáætlun á vefinn þar sem að hún verður mun aðgengilegri og einnig munum við þá geta uppfært í raun stöðu á verkefnum, forgangsverkefnum og standa vonir til þess líka að koma þar upp einhvers konar mælaborði og hafa þar tölulegar upplýsingar, bæði sem við þá sækjum sjálf og eins sem við getum sótt á í önnur mælaborð. Einnig hélt sjálfbærniverkefnið áfram. Það var á þessu ári, þá samtvinnaðist það svolítið öðru verkefni, vöruþróunarverkefni sem heitir Straumhvörf. Við sáum það að samlegar áhrifin þar á milli voru ansi mikil, þannig að það var einfaldlega lá svona augum uppi að samtvinna þessi verkefni. Þar eru haldnar vinnustofur, vöruþróunar vinnustofur og út úr því komu ýmis skemmtileg verkefni. Í sjálfbærniverkefninu voru einnig haldnir súpufundir þar sem við í rauninni könnuðum hvort að þær áherslur sem við höfum verið að vinna eftir rímuðu ekki örugglega við viðhorf og svona það hvernig fólk í greininni sæi fyrir sér að áherslurnar ætti að vera. Niðurstöðurnar úr því voru bara að við værum á réttri leið sem fyrr. Ein af þeim áherslum sem við höfum verið að vinna eftir náttúrutengt ferðaþjónusta og því tengt þá vorum við á síðasta ári unnið við verkefni tengt fuglaskoðunarskýlum þar sem að 4 sveitarfélög hérna á Eyjafjarðarsvæðinu sameinuðust það að fá hingað norska arkitektastofu, Bíótopp, til þess að koma á svæðið og vinna tillögur eða í rauninni hanna fuglaskoðunarhús og það er gaman að segja frá því að eitt af þessum verkefnum hefur nú þegar fengið styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða, þannig að það heppnaðist afskaplega vel.